Mývatnssveit hefur á undanförnum árum orðið vinsæll tökustaður stórra kvikmyndasamsteypa erlendis frá og Hollywood hefur heimsótt sveitina nokkrum sinnum á undanförnum árum. Þessar mundir stórt kvikmyndaverkefni við tökur á svæðinu en yfir því ríkir mikil leynd þó eflaust flestir viti hvaða mynd ræðir. Ingvi Ragnar Kristjánsson, framkvæmdastjóri Selhótel Mývatns og oddviti sveitastjórnar Skútustaðahrepps, segir snjóinn og ísinn við Mývatn vera það sem heillar. Þetta náttúrulega búið að vera lengi, svona frá því ég fór að koma að þessu rétt 2000, þá svona voru verkefnina aðeins að koma hingað inn og síðan hefur bara fjölgað verkefnum. Aðal ástæðan fyrir að verkefnin að koma hér að við náttúrulega erum með einstaka náttúru og oft það menn að koma veðrið til, þá út að hér snjór og hér ís. Nú hér stórt kvikmyndaverkefni í gangi hjá ykkur. Geturðu nefnt eitthvað þau verkefni sem eru kláruð, sem hafa verið í gegnum tíðina? Já, það er ýmis verkefni sem hafa verið hérna. Við tókum stórt verkefni 2004. Það var mynd sem heit Last Winter og var hérna í 2 mánuði. Síðan Game of Thrones hefur hérna, Oblivion og ýmis auglýsingaverkefni. Þannig að það mikið búið að vera í gangi. Og þú sem hótelhaldari, hvernig öðruvísi að koma að svona verkefni heldur en bara í samanburði við það að taka á móti hinum almenna ferðamanni? Já, í mínum tilvið því ég bæði rek hótel og svo í afþreyingargeiranum, að þá komum við mikið að þessum verkefnum, reyna að hjálpa mér að finna réttu leiðirnar með ákveðna hluti og þetta bara mikil þjónusta. Þarna þarf maður að setja sig í ákveðin gír til þess að finna lausnir og svo kannski lausnin fundin og þá virkar hann ekki og þá þarf að finna eitthvað annað. Þannig að þetta mjög skemmtileg verkefni en þau eru krefjandi. Við megum ekkert tala neitt nákvæmt akkurat þetta tiltekna verkefni en þegar maður keyrir hérna framhjá þá óhjákvæmilega sér maður alls konar búnað og bíla og fullt af fólki. Það mikið búið að tala öryggi ferðamanna og að ferðamenn séu kannski ekki að virða öryggisreglur og annað. Þurfið þið eitthvað að sinna þessu og spá í þessu, þið sem ferðaþjónustuaðilar hérna á svæðinu? Gagnvart kvikmyndaverkefnum þá gerum við það ekki beint, en það er búin að gríðarlega þróun í kvikmyndagerðinni og umstangin í kringum það á þessum síðustu árum og eins og ég upplifi þetta þá krafa þeirra sem að koma með verkefninga inn, hún mjög ströng að öll öryggismál og annað sé í lagi og björgunarsveitin hér hefur yfirleitt fengið mjög mikil verkefni bara til þess að vera viðriðin verkefnin. Síðan bara fengnir til þess gerir aðila til þess að passa þeir hluti sem þeir eru að gera, að þeir séu innan ramma og það mjög mikið horft í það að öryggi sé í lagi. Að þú nefnir björgunarsveitina, þetta eitthvað sem að björgunarsveitin fær þá greitt fyrir að sinna? Já, björgunarsveitin þetta mjög gott verkefni fyrir björgunarsveitina og bara stór þáttur í fjáröflun hjá björgunarsveitinni því að þetta góð verkefni. Já, akkurat. Hvað mikið af fólki, eins og ef við tökum þetta verkefni fyrir og bara önnur sambærileg verkefni, hvað þetta mikið af fólki sem kemur? Það mjög misjafnt hvað margir í kringu hvert verkefni og þetta allt frá því að vera bara 30 manna krú eða þá að vera 300 manns. Og þegar það komið svona mikill fjöldinn á svæðið þá náttúrulega reynir það á ýmislegt. Það náttúrulega bæði verið að kaupa mikla þjónustu af ferðastaðalum og menn þurfa að setja sig í svolítinn gír við þá þjónustu. Það verið að koma seint í mat, það verið að koma seint í gistingu og síðan menn að fara út á öllum tímum. Þannig að þetta svona svolítið öðruvísi heldur en það sem menn eru venjulega að fást við. Eru samskiptin alla jafna góð og jákvæð heldur að þetta sé fólk sem vill koma aftur til dæmis? Já, gegnum snitt myndi ég segja það að samskiptin mjög góð og fólk að koma í þvílíkt undraland sem við búum í og vill koma aftur og vill njóta þess sem á svæðinu. En við þurfum líka að hafa í huga að þegar svona stór verkefni koma inn þá reyna það náttúrulega svolítið á þolmörk innviðan allra og það líka íbúðana.
og það ekkert allir íbúar sveitarfélagsins sem eru sko tengdir svona verkefnum og sumir finnst það bara að vera hundfúlt en svona gegnusneitt finnst mér gott að það sé að koma verkefnin á svæði sem að skilja eftir sig og kannski það svona óánægjuraddir sem heyrast hæst. Það oft þeir sem eru bara brottfluttir. Stærstu póstarnir verða eftir hjá gistiaðilum, veitingaaðilum. Svo eru svona alls konar þjónusta. Það bifreiðaverkstæðið eða vöruflutningarnir og svo björgunarsveitin. Síðan eru samningar við landeigendur. Landeigendur fá beint tekjur líka. Þannig að svona í heildina þetta að skila ágætlega eftir sig. Og oftast eru þessi verkefni utan háannar. Þannig að það náttúrulega hluti sem búið að reyna í mörg ár að byggja upp aukinn ferðamannastraum á þessum tíma og þannig að þetta hittir ofta á góðan tíma. Þetta mikil innspýting og raunur kannski má segja að þarna sé bara að skila sér svo vinna sem við höfum lagt í það og trú að veturinn sé eitthvað sem hægt að byggja á.